Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag og velkomin í loftsalinn á þessa sérstöku guðþjónustu þar sem við ætlum að syngja mikið og hlusta á fallega tónlist og fallega lestra. Ef við ekki bara hefja þessa stund á bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan hvíldardag. Þakka fyrir að þú gefur okkur tækifæri til að koma saman hérna í húsi þínu. Ég bið að þú sért hér á meðal okkar, að þú leiðir þessa stund og hún mætti vera okkur til blessunar og vera næring fyrir okkur út í nýja viku sem fer að koma. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að byrja lestrana á að lesa í Jóhannesarguðspjalli, 1. kafla, vers 1-5 og 9-14. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki að holdsvild né manns vilja, heldur af Guði fæddir. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Við skulum þá syngja sálm númer 92 frá Ljósanna Hásal. Já, þá það lestur nr. 2 sem átti vist að fylgja lestri 1. Nafn hans mun vera Immanuel, Guð með oss. Birtur leggur af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Frá eilífð var drottinn Jesús Kristur eitt með föðurnum. Hann var ímynd Guðs, ímynd mikilleika hans og hátignar, ljómi dýrðar hans. Hann var í heiminn borinn til þess að opinbera þessa dýrð. Hann kom í þennan syndumyrkvaða heim til að opinbera ljós Guðs kærleika, til að vera Guð með oss.
Þess vegna var hann spáð, nafn hans mun vera Immanuel. Og þá ætlar hún Íris að lesa fyrir okkur. Íris. Já, ætlaði ekki. Þarna ertu. Þetta er hér. Er það hérna? Ok. Komu frelsarans var spáð í Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgætnu syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstir fengu það dóu án þess að sjá hana. Allt frá dögum Enóks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn ættfeðra og spámanna og hélt það við voninni komu hans, en þá kom hann ekki. Spádómur Daníels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapinn rétt. Aldir liðu, raddir spámannanna þögnuðu, hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðubúnir að segja: tíminn dregst og allar vitranir reynast marklausar. En í áformum Guðs þekkist engin flýtir og engin seinkun fremur en hjá stjörnunum á óravíðum brautum sínum. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafið tiltekið, fóru allar hersveitir drottins út af Egyptalandi. Á sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla klukka tíma spennti á, þá stund fæddist Jesús í Betlehem. Þá skulum við syngja sálm númer 113, Þú borgin litla Betlehem.
ætla börnin að vera með tónlistaratriði. Þá ætlar Ester að vera með barnasögu, þannig að krakkarnir með að bara koma hérna fremst að hlusta á barnasögu. Góðan dag. Gaman að sjá ykkur krakkar. Ég ætla bara aðeins að tala við ykkur jólin og aðeins að spyrja ykkur svona spurninga. Hvað skemmtilegast við jólin?
Fjölskyldan er mjög skemmtileg. Er eitthvað annað sem er skemmtilegt sem gerist á jólunum? Gjafir. Það hlýtur að vera það skemmtilegasta. Hvað segirðu? Kærleikur, já. Allt í lagi. Ég ætla að spyrja ykkur, á jólunum gefa allir gjafir. Eru þið ekki búin að kaupa fullt af gjöfum til að pakka inn fyrir mömmu og pappa og fyrir alla ættingi og vini? Eru þið búin að kaupa gjafir með peningunum ykkar? Úps, nei, krakkar eru ekkert að fara út og versla gjafir. Það er fullnara fólki sem er að vinna sem á pening til að kaupa gjafir. En stóra spurningin er, getið þið gefið ykkur gjafir sem að kosta enga peninga? Hvað sagðirðu? Knús, flott hjá þér. Ég fann í Biblíunni 3 gjafir sem að við getum gefið. En áður en við tölum þær, hver er stærsta gjöfin sem Jesús hefur gefið okkur? Við vorum að syngja það í sálmunum áðan. Það eiginlega kom fram í hægt og hljótt var í heimi gjöfin veitt. Eitthvað sem að himinin gaf okkur. Já, himinin gaf okkur Jesú. Það segir í Jóhannes 3:16, svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur að hafi eilíft líf. Sem sagt að Guð gaf okkur stærstu gjöfin í heimi og það var Jesú Kristur. En nú langar mig að sjá hvort að við getum fundið 3 gjafir í Biblíunni sem við getum gefið. Er eitthvað sem við getum gefið Jesú tilbaka? Kærleik og góðvild, allt í lagi. Ég er með 1 vers sem er úr Samúelsbók og þar segir hlýðni er betur en fórn, sem sagt að hlýða Guði er betur en gjöf. Hvaða gjöf getum við gefið mamma og pappa sem er mjög góð? Ég held að mamma og pappa eru rosalega glöð ef við myndum bara hlýða þeim. Það væri rosalega góð gjöf. Það var bara að verða mamma og pappa bara vá, þau hlusta á okkur. Og fyrir fullorðna fólki þá held ég að Guð segi það líka, vá, þau hlusta á mig. Er einhver önnur gjöf sem við getum gefið Guði sem stendur í Biblíunni? Í Sálmunum 50:23 segir, sá sem færir þakkagjörð af fórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega vil ég láta sjá hjálpræði Guðs. Sem sagt það þýðir að þakka fyrir. Ef við þökkum Guði, þá erum við að heiðra hann. Og ef við þökkum mamma og pappa fyrir, vá, hvað þau verða glöð. Ég vissum að hjarta þeirra verði mjög hlýtt, bara vá, hann var að þakka mér fyrir. Og Guði finnst líka gott og gaman að láta þakka sig fyrir. Og 3. gjöfin, hvað ætli hún sé? Það eru náttúrulega marga fleiri. Mér finnst rosalega gaman af sálmum og 1 sálmurinn heitir Gjöfin sem að ég kann og það er jólasálmur og ég ætla að segja ykkur 3. versið en það kannski að fullorðna fólki skilja það betur en svo skal ég útskýra það. Og það segir svona, hvað gef ég honum, hönd mín er tóm, svo á hann, eða Guð, allt silfur og svo hann öll blóm. Allt sem aldir manna elt og kalla sitt, hvað get ég þá gefið? Hjarta mitt. Þetta þýðir að Guð á allt í heiminum og eina sem við getum gefið honum er hjarta okkar. Við getum sagt, Guð, þú mátt eiga hjarta mitt og hann verður rosalega glaður. Og það kostar ekki neitt, það kostar bara að segja, já Guð, ég vil gefa þér mig. Og það er eitt vers í Sálmunum sem segir, þinn er ég, hjálpa þú mér. Sem sagt, við getum gefið Guði hjarta okkar. Það geta allir gert. Allt eru þetta gjafir sem kost ekki neitt en það er dýrmætust í heiminum. Takk fyrir krakkar og ég vil óska ykkur gleðilegra jóla og njótið hátíðana. Takk, bless. Takk.
Takk fyrir fallega barnasögu, Ester. Þá ætlum við að taka upp gjafir og á meðan ætlar hann Samuelis að spila fyrir okkur eitthvað fallegt. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir allar þær gjafir sem þú gefur okkur og að þú gefur okkur svo mikið að við getum gefið af því sem við höfum. Og ég bið að þú blessir þessar gjafir að þær mætti margfaldast og vera starfi þínu til góðs og til blessunar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að heyra meiri lestur og Freyja ætlar að lesa fyrir okkur. Á völlunum þar sem Davíð gætti hjarðar sinnar voru enn fjárhirðar nótt að gæta sauða sína. Í næturkyrrðinni voru þeir að tala saman hinn fyrirheitna frelsara og þeir báðu til Guðs að konungurinn kæmi í hásæti Davíðs. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða ykkur mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Já, og þá ætlum við að syngja Sálm 89, Englakór frá Himnahöll. Amen.
vilja að lesa fyrir okkur? Með því að koma og dvelja meðan okkar skildi Jesú opinbera bæði mönnum og englum. Ég ætla að byrja aftur, ég ætla að hafa þetta alveg skýrt. Með því að koma og dvelja meðal okkar skildi Jesú opinbera Guð, bæði mönnum og englum. Hann var orð Guðs. Í hugsun Guðs gerð heyranleg. Í bæn sinni fyrir lærisveinum segir hann, ég hef kunngjört þeim nafn mitt. Miskunnsamur og líksamur Guð, þolimóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég í þeim. En þessi opinberun var ekki eingöngu gefin jarðneskum börnum hans. Okkar litli heimur kennslubók alheimsins. Hið dásamlega náðar áform Guðs. Leyndardómur hins endurleysandi kærleika stefið sem englar fýsir að skyggnast inn í og það verður námsefni þeirra eilíðar tíðir. Bæði endurlaustar og ófallnar verur munu finna í krossi Krist vísindi sinn og söng. Í ljós mun koma að dýrðin sem skín frá ásjónu Jesú dýrð sjálfsfórnandi kærleika. Í ljósinu frá Golgata mun sjást að lögmál óeigingjarns kærleika lögmál lífsins fyrir himin og jörð. Að kærleikur sem leitar ekki síns eigin á upptök í hjarta Guðs og að í hinum auðmjúka og lítilláta birtist hugafar hans sem býr í ljósi sem enginn fær til komist. Christ.
Þá ætlar Ardís að lesa fyrir okkur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann skyldi ekki dauðan sjá fyrir en hann hefði séð Krist drottins. Hann kom að tillagan andans í helgidóminn og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar, heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann. En Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móðir hans: Þessi sveinn settur til fals og til viðreisnar mörgum í Ísrael og til tákn sem móti verður mælt. Og sjálf munt þú sverði níst í sálu þinni, þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. María hugleiddi viðfeðma og afdrifaríka spádóm Símeons, meðan hún virti fyrir sér barnið í örmum sínum og rifjaði upp fyrir sér orð fjárhirðanna í Betlehem. Fylltist hún þakklátum fögnuði og björtum vonum. Orð Símeons myndu hana á hins spámannlegu orð Jesaja. Af stofni Ísai mun kvistur framspretta og angi upp vaksa af rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Réttlæti mun verða beltið lendar hans og trúfesti beltið mjaðmir hans. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilíða faðir, friðar höfðingi. Og við ætlum nú að syngja sálm nr. 111, Það aldin út sprungið.
ætlar að lesa fyrir okkur núna. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans að renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta var hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stendi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum liðsins og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðs míns Ísrael. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim, nær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið og þér finnið það, látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barnið var. Og þegar þeir sáu stjörnuna, þá glöddust þeir harla mjög. Þá syngjum við Sálm 106, Litla fagra stjarna. Alexandra ætlar þá að lesa fyrir okkur. Gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess fellur fram og veittu því lotningu. Síðan lökku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. 12 en þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Og þá syngjum við sálm nummer 103, kóngar 3.
eru það síðustu 2 lestrarnir. Vitringarnir yfirgáfu Jerúsalem einir. Skuggar næturinnar voru að falla, en þeir fóru út borgarhliðið, en sér til mikils fagnaðar sáu þeir aftur stjörnuna sem leiðbeindi þeim til Betlehem. Þeim hafði ekki verið gefið neitt hugboð smæð Jesú á veraldarvísu eins og fjárhirðunum. Eftir langa ferð sína hafði áhugaleysi gyðinga valdið þeim vonbrigðum og þeir fóru frá Jerúsalem með meiri efasemd en þá þeir komið þangað. Í Betlehem fundu þeir enga konunglega varðsveit til að gæta nýfædda konungs. Engir virðingarmanna heimsins voru nærstaddir. Jesús hvíldi í jötu. Foreldrar hans, ómenntað bændafólk, gættu hans einir. Gæti þetta verið sá sem hafði verið ritað að hann skyldi endurreisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá varðveist hafa af Ísrael og hann ætti að verða hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Guð hefur tekið á sig mannlegt eðli í persónu sona síns og hefur fluttað í himinhæðir. Það mannssonurinn sem meðeigandi að veldistóli alheimsins. Það mannssonurinn sem nefndur mun verða undra ráðgjafi, Guðhetja, eilífðarfaðir, friðarhöfðingi. Ég meðalgangari milli Guðs og manns og leggur hendur yfir báða. Hann sem heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum, telur sér eigi vanvirðu að kalla okkur bræður. Í Kristi fjölskyldan á himnum og samfélagið á jörðu hvort öðru bundið. Kristur sem gerður dýrlegur bróðir okkar. Himinin innlugtur í mannkyninu og mannkynið umlugt í barmi hins takmarkalausa kærleika. Guð segir líð sinn: Þeir gimsteinar í höfuðdjásni sem gnæfa glitrandi á landi sínu. Já, hversu mikil gæði þess og hversu dýrleg fegur þess. Þá ætlum við að syngja sálm 93, Friður, friður frelsarans, og eigum við ekki að rísa á fætur fyrir þennan sálm.
ykkur að standa áfram. Ég ætla að lesa blessunarorðin, en að þessu sinni þau tekin úr Júdasar bréfi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta þau koma fram fyrir dýrð sína lítalösi fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Og við skulum standa áfram. Það er einn sálmur í viðbót og það er sálmur 95, Heimsum ból.